með stærðfræði þá eru öll hugtök svo ofboðslega vel skilgreind og fer ekki milli mála hvað að tala en ég hef hvergi samt séð skilgreiningu á því hvað stærðfræði allavega ekki sem fólk hefur getað komið sér saman. En í stærðfræði þá er að fjalla allt það sem bæði fjallar mismunandi stærðir á hlutum, en líka form og lögun, að þekkja mynstur, beita rökhugsun, rökfræði, allt þetta er að vera flokkstundi stærðfræði. Þannig að stærðfræði getur verið mjög breitt svið, alveg frá því að vera mjög raun og veru heimspekileg og yfir í það að vera mikill reikningur, ef við getum hugsað þannig, vinna með tölur. Já, stærðfræði er óhlutbundin athugun, formlega athugun á alls kyns kerfum og hlutum. Að verulegu leyti eru þessi kerfi og hlutir hugasmíð, en þessar hugasmíðar tengja svo raunveruleikanum á flókinn hátt. Nám í stærðfræði finnst mér fyrst og fremst skemmtilegt. Ég byrjaði í stærðfræðinni 2000 og þá, þetta er ekki stór hópur, við erum frekar fá, en á móti kemur það mikið samheldni, maður kynnist öllum vel og það er óbúslega góður andi sem ríkir og vinnur vel saman og maður þarf ekki að vera feiminn að byrja í stærðfræði þó að koma einn úr sínum skóla eða eitthvað í þá áttina því að það kynnast allir mjög fljótt og vel. Námið er krefjandi, og það er mikil áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Þannig að maður kemur maður öðlast góða færni í þessu námi að geta sett sér inn í flókin verkefni og leyst af eigin spýtur. Já, stærðfræðingar rannsaka ýmislegt. Þeir rannsaka ekkert óhlutbundið, það er hrein stærðfræði sem er þessi hugaleikfimi bara einhvern veginn. En síðan fá stærðfræðingar líka við að beita stærðfræði á alls kyns hagnýtt verkefni. Og þá þessi verkefni komu upp í ýmsum greinum. Það stærðfræði er undirstaða í eðlisfræði, flestöllum náttúruvísindum, greinum eins og hagfræði, tölfræði sem byggir á fínni og flókinni stærðfræði. Hún kemur inn í greinar félagsvísinda og þannig að stærðfræðingar, þeir rannsaka stærðfræði ein og sér, stærðfræðina verkna, en þeir koma líka inn í rannsóknir á flestum greinum tækni og vísinda. Stærðfræðingar starfa bara nánast það sem þið vilja starfa. Þú ert með stærðfræðinga í böngum, í kennslu, í líftæknifyrirtækjum, sprotafyrirtækjum, við forritun, nánast út allt. Bara alls staðar þar sem fólk er bæði að nota einhver stærðfræðileg viðfangsefni, nota stærðfræði til þess að lýsa ákveðnum fyrirbærum eða eiginleikum og líka þar sem þú þarft að geta beitt góðri rökhugsun. Og þar held ég að koma inn að stærðfræðingar verða oft góðir forritarar. Og sömuleiðis þá, eins og ég segi, þessi sjálfstæði og annað sem maður lærir í námi, það líka gerir manni kleift að geta tekið verkefni og bara hreint framkvæmd og það er oft líka skemmtileg sprotafyrirtæki og annað sem stærðfræðingar eru að koma nærri. Það eru stærðfræðingar á alls kyns rannsóknarstofnunum sem tengjast á öðrum fræðigreinum eða vísindum. Það eru stærðfræðingar á rannsóknarstofnunum fyrir líftækni, hagfræði og stærðfræðingar vinna hjá tölvufyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, tryggingafélögum og það er hér bil hvar sem hún ferð og hvar sem hún tekur upp að það er einhver stærðfræði sem hefur farið í það að búa til hlutin eða þróa viðfangsefni og þú getur alltaf hættu að rekast á stærðfræðing.